Núna í kjölfarið á þriðju bylgjunni af COVID þá hefur þurft að skala upp ansi margar deildir og þar meðal gjörgæslur og legudeildir til að sinna því og samhliða því hafa verið mjög mikið af bráðveikum sjúklingum og gjörgæslum. Að þeim sökum hefur við þurft að færa til hjúkrunarfræðinga sem eru mjög sérhæfðir á skurðstofum og svæfingadeildum og flytja það á einni nóttu á aðra deildir eins og gjörgæslu og legudeildir. Það hefur gengið bara ágætlega. En auðvitað þetta mikið sjokkur fyrir fólk að þurfa að skipta vinnustað og samstarfsfélag og annað en þeir hafa gert þetta með hagsmuni heildarinnar að ljósi og í krafti sinna þekkingar og færni. Ég byrjaði á gjörgæslunni og vann þar samtals í 10 ár, fór svo að vera svæfingarhjúkrunarfræðingur og núna þegar þessar COVID-bylgjur komu þá fór ég upp að hjálpa til í mestu krísunum þar. Bara mér ljúft og skylt að nota mína þekkingu og mína reynslu til þess að aðstoða það sem þess er þörf. Og ég hef farið upp á gjörgæslu og fengið tækifæri til þess að læra nýtt og bæta ofan á það sem ég hafði fyrir og þetta er góð þróun í starfi. Það er skemmtilegt að fá að vinna aftur með gömlu vinnufélögunum og kynnast nýjum og þetta víkkar mitt sjóndeildarsvið mjög mikið. Ég er hjúkrunarfræðingur á skurðstofunum í Fossvogi. Hef starfað þar í svona verða 1,5 ár. Kem af bæklunarskurdeild upphaflega. Ég var beðin að fara á A7, smitsjúkdómadeild, þar sem að COVID-sjúklingarnir byrjuðu að leggjast inn og ég tók bara vel í það. Ég var náttúrulega stressuð og svona hugsaði með mér hvað er ég að koma mér út í, en þetta var ansi fljótt að aðlagast. Það var svo mikil samheldni og stemning, þá eru allir svo tilbúnir að gera þetta saman að þrátt fyrir að væri ákveðin svona kaos, verið að skipuleggja allt upp á nýtt, að þá gekk þetta bara merkilega vel og ég bý bara að þessari reynslu til frambúðar. Svo kom þessi önnur bylgja og þriðja bylgja og við erum komin á sama stað. Nú er skurðstofustarfsemin takmörkuð aftur og í þetta sinn var ég beðin að færa mig yfir á Birkiborg. Við erum öll að læra inn á ný hlutverk þar, eða mörg okkar. Sumir voru þar í vor en það er fullt af nýju fólki núna aftur. En þetta gengur bara mjög vel og maður sér að þetta er vel skipulagt en það er allir svona að reyna að finna sitt hlutverk. Flestir hjúkrunarfræðingar hafa tekið vel í það að fara yfir aðra deildir þó sé vissulega mikið átak fyrir að gera það en þau eru jákvæð fyrir þessu og vilja láta til sín taka og tryggja það að allir sjúklingarnir hér fái þá þjónustu og þá hjúkrun og það öryggi sem er þarfnast í legusinu á Landspítala. Hjúkrunarfræðingarnir sjá til þess að sjúklingarnir fái þá hjúkrun sem þeir þurfa og að þeir versni ekki í legusinu á Landspítalanum og komi í veg fyrir frekari veikindi og bæta lífsgæði þeirra. Fyrir utan það náttúrulega lina þjáningar og bjarga mannslífum. Þannig að við getum sagt að hjúkrun er mjög mikilvægur þáttur í allir hjúkrun á COVID-tímum.